Þá segi ég 29. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Það eru mættir allir aðalmenn fyrir utan Sigdísi Oddsdóttir og Yngvi Harðarsson mættur sem hennar varamaður. Það fyrirliggjandi dagskrá, náður við göngu til hennar. Og þá ætlar Ágúst sveitarstjóri að fara yfir nokkur helstu atriði milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það er mörg að taka. Margt af þessu eru þetta fyrir þessum fundi sem er í gangi, þannig að ég er ekkert að tíunda það sérstaklega. Mér langar til að nefna hérna íbúafund sem haldinn var tvennt, annars vegar deiliskipulag í landmannalögum og hins vegar endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Var vel sóttur í það minnsta að hluta til. Þetta meiri spenningu fyrir landmannalögum eins og við svo sem áttum alveg eins og hún á. En það var líka ágætt þátttaka í hinum hluta fundarins. Þetta var sem sé sett upp sem einn fundur en svona tvískiptur. Og alltaf hafi ekki verið bara, ja, hvað ég má að segja, það hafi verið eitthvað 70-80 manns, eitthvað svoleiðis á þessum fundi. Og það var mjög gagnlegt og gott innlegg í þessa vinnu sem að nú er í gangi. Nú erum við að fara að hugsa fyrir þá næstu skrefum varðandi landmannalög. Vonandi sjáum við fyrir endan á vinnu í deiliskipulagi svona eitthvað tíman í upphafi næsta árs eða fyrir helmingi næsta árs og þá þarf að fara að huga að uppbyggingu í einhverjum áföngum og nú er einmitt verið að auglýsa eftir umsóknum í framkvæmdar- og ferðamannastaða sem við ætlum að ræðum hér á eftir og þannig að það er komið að því að fara að huga að uppbyggingu og hvernig við fjármögnum hana og í samvinnu við Umhverfisstofnun sem er auðvitað umsjónaraðili með Friðlanda Fjallabaki. Ég nefni annað atriði sem er ungmennaráð og tengt því. Haldin var hér mikil ráðstefna á Hvolsvelli þar sem ungmennaráð á Suðurlandi mættu til leiks og við vorum hér fulltrúar frá sveitarfélaginu, bara góður hópur. Þar á meðal ungmennaráðið okkar, nýskipaða og þetta var mjög gagnlegt og skemmtilegt og held ég hafi komið okkur fullorðna fólkinu mjög þægilega óvart hvað þessi krakkar eru magnaðir og hvað þau eru að hugsa og velta fyrir sér. Það var hreint með ólíkindum. Reyndar mjög mikill samhljómur með því sem þau voru að tala og sem við erum bara að ræða í sveitarstjórnum og þau verða speklar í samgöngumálum, strætómálum, umhverfismálum, ferðamannaströmmnum og öllu þessu og vera að velta fyrir sér hagsmunum sveitarfélagana meðal annars í þeim efnum. Þannig að það var mjög gaman og það var sérstaklega gaman að vera með krakkana okkar sem voru mjög skelegir, krakkarnir okkar hérna á þessu sveitarfélagi og vöktu athygli á þessu þingi. Þannig að ég á von á því að það verði mjög virkur hópur ungmennaráðið okkar hérna núna sem er að taka til starfa. Og Eiríkur okkar hér, markas- og kynningafulltrúi, er auðvitað þeirra hjálparhella í þeirra störfum og er að koma þessu af stað. Þannig að ég á von á því að við fáum þá inn til okkar hérna hugmyndir af einhverjum breytingum á erindisbréfi og slíku og verkefnum sem að ungmennaráðið tekur þátt í. Það virðist vera svona, það er vakning á landsvísu og sérstaklega hérna á Suðurlandi og það eru mjög góð dæmi hérna á Suðurlandi eins og til dæmis frá Selfossi og það sem þetta hefur gengið mjög vel og reyndar ef við tegjum okkur aðeins lengra og þá virðist vera mjög áhugavert starf sem að fer fram á Seltjarnarnesi, það voru krakkar meðal annars og hægt að læra margt af því. Sums staðar er þetta þannig að krakkarnir eru farnir að vera eiga áheyrnarfulltrúa í bara flestum nefndum, svolítið eftir því hvað þau treysta sér í, en þannig að þetta finnst mér mjög skemmtilegt og mikilvægt. Síðan er náttúrulega stóra framkvæmdamálið okkar sem er ljósleiðaralagningin og hún gengur vel.
við erum í rauninni aðeins á undan áætlun, ef eitthvað er. Og fyrsti áfangi sem reyndar nú 50 áfangi, það er svona, þetta er raðast svolítið upp eftir því hvað verktaki vill ekki áherslu á út af bara veðri og vindum sem framundan eru. Honum er lokið í rauninni, það er að segja jarðvinnunni, og nú er búið að raða upp í samráði við verktaka hvernig þessi áfanga munu verða. Þetta 12 áfangar. Þannig að eins og þið þekkið, það var byrjað sem sé efstu byggðinni upp við Heklu bæi og það má segja að það verður áfram unnið þar, landsveitar megin, svona nú í þessum fyrstu áfangum. Og þetta gengur bara samkvæmt áætlun, getum við sagt. Það fengi allt efni á réttum tíma og þannig að það verður farið að blása í rör núna mjög fljótlega, sem var bara í takt við það sem að búið var að leggja upp. Þannig að það er bara gott mál. Nú, ég vil svo nefna líka að það er auðvitað mikið törn framundan hjá okkur í fjárhagsáætlun og byggðaráð að skipuleggja fyrstu vinnufundi og ég reikna með því að það verði, í fyrra var þetta nú fyrsta vikan í nóvember sem var mikil undir í þessu, en það hefur verið rætt það að vera með þeim fyrsta fund núna mjög fljótlega. Þannig að við þurfum að finna tíma fyrir hann er ekki bara fastsetja það trúlega í næstu viku. Og þannig að þetta er auðvitað stóra verkefnið núna hér á skrifstofunni næstu vikunar, ekki fleira. Takk fyrir það, sveitarstjóri. Ég hef engu við þetta að bæta. Þá göngum við til dagskrár. Það er liður 1. Byggðaráð Rangárþings ytra 27. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 1.1. Samgöngu- og fjarskiptanefnd 11. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 1.1.2. Styrkvegir 2016. Tillaga að sveitarstjórn taki undir með samgöngu- og fjarskiptanefnd að vinna að því að koma á vegtengingu milli Háfs og Sandhólaferju. Sveitarstjóra falið að taka málið upp á næsta samráðsfundi með Vegagerðinni. Orðið er laust. Ingvi. Mér finnst náttúrulega bara alveg bráðnauðsynlegt að koma þessari vegtengingu í gagni, því að ég held að þetta komi til með að vera talsvert mikið undir í þessu í sambandi við ferðaþjónustu og þá mun það gagnast bæði í raun og Rangárþingi ytra og Ásafell. Því að fyrir einhverjum árum þegar ég var að ásamt fleirum að skoða skólann og uppbyggingu í kringum hann, skólann niður frá, að þá var haft samband við þessi fyrirtæki sem eru með eins og kynnisferðir og fleiri, að fara með ferðahópa og bara það sem þeir spurðu að það var alltaf það sama spurningin sem kom, er hringtenging? Og þegar sagt var nei, þá töldu þeir mjög litla líkur á því að þetta yrði gert. Og þá náttúrulega bara segir það sig sjálft að þó að mörg af þessum fyrirtækjum sé að keyra orðið meira í dag svona fram og tilbaka, að þá held ég á þessu svæði þar sem að þetta er nú kannski bara rétt í byrjun núna, að þá sé þetta mjög mikilvægt. Takk að þessi það Ingvi. Ég tek undir þetta. Það liggur alveg ljóst fyrir að þetta mun gangast öllum Íslendingum og túristum í heimsókn hjá okkur og enn að sjálfsögðu þingmenningum mest og best, og við erum auðvitað búin að reyna að hamast í þessu frá því að við erum að tekja á skrá og að það verði gert eitthvað fyrir hann. Það hefur illa gengið en það breytir því ekki, það má ekki gefast upp. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós en þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 1.2. Atvinnu- og menningarmálanefnd.
9. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 1, 2, 1 heimasíða Rangárþings ytra. Tillaga að sveitarstjórn taki undir með atvinnu- og menningarmálanefnd að rétt sé að endurnýja heimasíðu sveitarfélagsins þegar niðurstaða yfirstandandi verkefnunar liggur fyrir verði kostnaði við endurnýjun heimasíðunnar vísa til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017. Orðið laust. Ágúst sveitarstjórn gerði svo. Kannski bara stutt og það heimasíðan okkar mörgur leyti bara ágætt en hún samt orðin barn síns tíma og það þarf auðvitað alltaf öðru hvoru að hressa upp á þetta og stóra málið líka það að þetta sé þannig og garði gert að starfsfólk skrifstofu geti haldið henni við og það meðal annars meiningin með þessu og einnig þessar framfæri sem maður séð annar staðar í því að byggja upp íbúargátt í tengslum við orkukerfið og þetta svona orðið dálítið staðlað þannig ég held að það sé bara nauðsynlegt. Takk fyrir það. Ingvi Harðarsson, gjörðu svo vel. Sko, ég held að við verðum að fá heimasíðu sem að sko er gott líka fyrir fólk að fara inn á, þægilegt að fara í gegnum. Þetta er svona, þetta getur stundum verið svolítið snúið þegar maður er að vesenast á heimasíðuna sem er. Og stundum bara þá slekkur maður á og segir, ég nenni þess ekki. Ingvi Karl Jónsson, gjörðu svo vel. Varðandi þetta með OneSystemið og aðganga því hægt að hafa það í huga við endurskoðun að fjármálakerfi verði opið eins og var verið að sveitarfélög að vinna í að opna svolítið fjármálakerfi sveitarfélagsins eða fjársýsluna að fólk hafi aðgang að reikni eða tölum úr bókhaldi sveitarfélagsins. Takk fyrir það, Ingall Ágúst sveitarstjóri gjörðu svo vel. Já, ég tek undir það að það væri bara mjög áhugavert að koma því. Það er Kópavogur sem riðið og vaðið í þessu og þetta í rauninni svona, ég veit ekki hvort þið hafið skoðað þetta, en þetta mjög svona liburt og sýnir í rauninni bara í hvað fjármunum eru settir. Þetta ekki þannig að maður getur að skoða fylgiskjöl eða einstakar reikningar og þess að ég held að það kannski ekki við það neitt að gera nema þá í einhvern sérstökum málum bara. En þetta er fyrst og síðast verið að sýna með myndrænum hætti í hvað fjármunni fara og það er bara eitthvað sem við hljótum að skoða. Spurningum bara hvað það kostar og eitthvað svona en þarna getum við lært af öðrum sveitarfélögum. Ég er sammála því. Takk fyrir þetta Ágúst. Sólrún Helgesson. Við sem sagt erum að, eins og segja, að skoða tilboð og og það, eins og Ágúst var að segja, þá er hún orðin mjög gömul heimasíðan okkar og það er svona eitt og annað sem er ekki hægt að uppfæra í henni og bara með öllu tækninni sem kemur og það er sem sagt, við erum búin að fá tilboð frá fyrirtæki sem er búin að hanna fullt af heimasíðum fyrir sveitarfélög og það er allar svona keimlíkar og allar mjög sem sagt svona, hvað sem er gott að notendavænar akkurat. Þannig að okkur fannst það mjög spennandi og það svona virðist verið eins og það sé skásta tilboði sem komið er en við allavega erum búin að leita alveg til held ég 5, 6, 7 aðila og það kemur bara núna fljótlega hvað út úr því. Þannig að við erum svona spennt fyrir því allavega ef að það fæst samþykki. Takk fyrir það. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá starfsmanninum okkar að þá eru komin 6. Já. Tilboð. Takk fyrir það. Fleiri hafi ekki bætt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu, gefumerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er 1-3. Oddi, 7. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Þá förum við í 1-4. Fjárhagsáætlun 2016 við auki 2. Niðurstaða byggðaráðs. Gerð er tillaga að við auka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2016 samanber meðfylgjandi greinargerð.
Viðaukinn gerir ráð fyrir breytingu á rekstrarliðum samtals til lækkunar á útgjöldum 57.036.000. Í viðaukanum einnig gert ráð fyrir aukinni fjárfestingu að upphæð 69.900.000 og sölu eigna að upphæð 46 milljónir. Taka þarf tillit til þess að tekjur vegna sölu á eignum munu að einhverju leyti ekki skila sér fyrr en á næsta ári þó að þær bókist á þetta ár. Því ásamt öðru sveiflum í fjárstreymi verði mætt með yfirdrætti ef þörf krefur. Viðauki þessi kallar ekki á auknar fjárheimildir. Það tillaga að sveitarstjórn samþykki tillögu byggðarráðs að viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2016. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Nú fyrir við lið 2, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra 99. fundur. Vísaði til umfjöllun einstaka liði en fundagerðin að öðru leyti staðfest. Fundagerðin í 21 lið og ég mun lesa það með hefðbundnum hætti og litið verður þannig á að hver og einn liður sé samþykktur samhljóða nema því gerir með aðvart og biðið orðið. Það 2.1. Eyjasandur 2 breyting á lóðum tengdum samverki. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform lóðahafa. Og það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.2. Vindás landskipti Lágaból. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landeigenda. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.3. Stóruvellir landskipti Stóruvellir lóð 14. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landeigenda. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.4. Stóruvellir landskipti Arnarból. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.5. Snjallsteinshöfði 1A landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.6. Höfðahraun 6. Sameining lóðahöfðahrauns 6, 8, 10 og 12 í Höfðahraun 6. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformaða sameiningu lóða. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.7. Skeiðvellir sameining jarða og spilna. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landeiganda. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.8. Grásteinn staðfesting á stærð og afmörkun jarðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur sér ekki fært að taka afstöðu til meðfylgjandi landamerkja. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.9. Meiritunga 4 útskipting spildu í samrunni við Meiritungu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landeiganda. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.10. Uxahryggur 1 breyting á landnotkun jaðarskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti
staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.11 Skjólkvíar, stofnun lóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að stofna lóðina í samráði við forsætisráðuneyti. Gerður verði lóðaleigusamningur við eiganda mannvirkisins. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.12 Vindorkugarður, Þykkvabæ, beiðni umsögn vegna laga mats á umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir þeim umhverfisþáttum sem taka til umræddra framkvæmda í tillögu að matsáætlun. Nefndin gerir þó eftirfarandi athugasemdir. 1. Í kaflanum hljóðvist er hvergi sagt frá nærliggjandi skilgreindu frístundasvæði í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Nefndin bendir á umrætt frístundasvæði merkt F2 í greinargerð aðalskipulagsins er í 500 metra fjarlægð frá áformuðum vindmyllum ef marka má mynd á blaðsíðu 2. Í upptalningu á þeim leyfum sem framkvæmdin kallar á í kafla 1.5 á blaðsíðu 5 er sagt frá því að leyfi frá byggingafulltrúa þurfi vegna hávaða frá atvinnustarfsemi. Nefndin bendir á að samkvæmt 11. grein reglugerðar hávaða númer 724/2008 séu það heilbrigðisnefndir undir yfirstjórn umhverfisstofnunar sem hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðar hávaða. 3. Á blaðsíðu 1 er sagt að virkjunarsvæði sé 357 hektara stærð. Nefndin telur að hér séu misræmi í stærðum að ræða. Þar sem í kafla 1.6 á blaðsíðu 7 er talað að ekki sé lengur gert ráð fyrir Austurbæjarmýrinni undir framkvæmdasvæði virkjunarinnar. 4. Skipulagsnefnd óskar eftir að betur verði gerð grein fyrir efnistöku í tengslum við framkvæmdina í matsskýrslu. 5. Skipulagsnefnd telur að taka þurfi afstöðu til nálægðar við núverandi norðurljósamöstur Vísindarstofnunar Háskóla Íslands sem eru á suðurmörkum Austurbæjarmýrar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.13 Heysholt, beiðni umsögn vegna hótels. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að umrædd framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Nefndin telur að greinilega sé brugðist við þeim áhrifum sem umrædd framkvæmd kunni að hafa á umhverfi sitt með þeim hætti að ekki verði neikvæð áhrif að ræða. Skipulagsnefnd telur að fullnægjandi grein sé gerð fyrir framkvæmdinni í framlagðri greinargerð með tilkynningunni. Umhverfisáhrif hafa verið lágmörkuð með fullnægjandi mótvægisaðgerðum og vöktun. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.14 Rangárbakkar 1-3 deiliskipulag þjónustusvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og telur að brugðist hafi verið við þeim í meðfylgjandi tillögu. Skipulagsnefnd samþykkir því tillögun og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til endanlegrar meðferðar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.15 Jarðstæðir, deiliskipulag fyrir alifuglahús. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir skipulagsstofnunar og samþykkir framlagða tillögu þar sem tekið hefur verið fullt tillit til athugasemda og gögnum breytt með tilliti til þeirra. Tillagan verði send til skipulagsstofnunar til endanlegrar meðferðar. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og svör nefndarinnar við athugasemdum skipulagsstofnunar. 2.16 Heysholt, breyting á deiliskipulagi.
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum ábendingum og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar meðferðar. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.17 Skipulags sunnan Suðurlandsvegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur ekki þörf á að auglýsa tillöguna að nýju. Frekari breytingar verði í tengslum við endurskoðun aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send til Skipulagsstofnunar samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.18 Vindás, Lágaból, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins og því sé ekki þörf á lýsingu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.19 Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samkvæmt stefnu aðalskipulagsins sé í samræmi við stefnu aðalskipulagsins og því sé ekki þörf á lýsingu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.20 Freifang 23 byggingarleyfi, stækkun bílgeymslu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að ekki sé gengið á rétt nágranna þó bygging bílgeymslu fari út á gangstíg. Jafnframt telur nefndin að útlit samræmist núverandi byggingum. Nefndin samþykkir því áform umsækjanda. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.21 Gatnagerð við Rangárflatir. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þannig hljóðar það. Hefur verið upplesin öll mál á vegum skipulags- og umferðarnefndar og er ánægjulegt hversu mikið umleikins í sveitarfélaginu. En þá förum við í lið 3, Vatnsveitar Rangárþings Ytra og Ásahrepps, 44. fundur. Fundargerð lögð fram til kynningar. Kæru svo? Já, bara ein spurning. Það er tillaga Vatnsveitu við Bakkabæi. Þarf eitthvað að taka það út eða hefur Vatnsveitan það að segja? Já, Ágúst, gjörðu svo vel. Það er bara góður punktur eiginlega. Við förum aðeins í þetta. Það var nú mikið rætt. Það kom nú eiginlega niðurstaða. Já, ég rak bara auðvitað hvort að við þurfum eitthvað að staðfesta það sérstaklega. Vildi ekki við eins og að vísa til þess að rifja þetta einu. Það má kannski segja þá með þetta að fletta sig upp að þetta voru í raun og veru kannski 3 valkostir sem voru lagðir upp með og síðan auðvitað mátti skoða fleiri lausnir ef að því væri að skipta og það var auðvitað ein leiðin sem að okkur svona leist betur á en aðrar og niðurstaðan var nú svo að ræða við Rangárþing Eystra hana hvort það væri hægt að finna sameiginlega flöt á henni. Það má kannski segja það að
framkvæmdastjóra Vatnsveitunar og sveitarstjóranum, þetta hafi verið lagt í hendurnar á þeim að ræða við á þeim nótum, og síðan yrði kannski þá í kjölfarið lögð tillaga fram markviss tillaga um það mál. Svo var nú meiningin. Hér Svöla Gúst. Já, ég bara sá það bara að þú varst með þetta bara. Ég er bara með sammála. Þetta var hugsað svona. En getum við ekki verið sátt við það? Jú, ég er alveg bara, hún fannst þetta svona Akkurat. gráusvæði. Akkurat. Takk fyrir það. Þá förum við í lið 4. Vatnsveita Rangárþings Ytra Ásarefs, 4050 fundur. Vísaði til umfjöllun einstakar liði en fundargerðin öðru leyti til kynningar. Það er 4.1. Framkvæmda áætlun Vatnsveitu 2016 endurskoðun. Tillaga er að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirætlanir Vatnsveitunar nýjar framkvæmdir að upphæð 40 milljónir króna sem skiptast á árunum 2016 og 2017. Og jafnframt að gangast í ábyrgð vegna lántöku til fjármögnunar á fyrirgreindum framkvæmdum. Byggðaráði verði falið að undirbúa viðauka við fjárhagsáætlun til að mæta skammtíma fjármögnun á þeim hluta framkvæmdanna sem falla til árinu 2016. Það liggur fyrir að Vatnsveitan á í erfiðleikum, samanber auglýsingar sem allir hafa kannski heyrt það að íbúar hjá okkur niður í Þykkabæ hafa verið bennir að spara vatn. Það grundvallast af því að Selalækjarveita sem hefur búin að duga Þykkabænum vel í áratugi, að hún skyndilega í fyrsta skipti skilar ekki nægu vatni eins og hún hefur gert áratugi. Og það þarf náttúrulega að bregðast hratt við, og þetta eru auðvitað skelfilegar fréttir fyrir þetta svæði okkar þarna niðrá, að það auðvitað getur ekki verið vatnslaust. Og niðurstaða Vatnsveitunar var sú að koma á tengingu milli Vettisfjordshverfis og Bjólu eða niður á lögnina niður í Þykkabæ sem varaleið til þess að fæða lögnina betur og að það verði hægt að aflétta þessum sparnaði sem að við auðvitað yrðum að fara fram á við íbúa fyrirtæki þarna niður. Og síðan er hugmyndin á næsta árið 2017 að fara í frekari svona framkvæmdir að tengja á milli veitna, þannig að starfsmenn Vatnsveitunar geti stýrt vatnsflæðinu meira og betur sveitarfélagið, þannig að það sé alltaf til einhver varaleið ef að eitthvað kemur upp á þessu líkt. En það má geta þess í þessu sambandi líka að grunnvatnshæð í veitunum austan megin við Ytri Rangá hefur hefur sigið niður, og það er greinilegt að vatnsbólinn í sandsteinunum hér austanár er bara mun lægri og lakari en er búin að vera langan tíma og kannski allan tíma. Þess vegna er þetta hugmyndin að fara í þessar tengingar til þess að geta þó að einhverju leyti miðlað vatni á milli veitna. En orðið er laust. Ingi Haraldsson Gjörsson. Já, ég held náttúrulega að það hljóti að vera þannig að við þurfum að leggja gríðarlega áherslu á því að sé nægt vatn til staðar, ekki bara upp á það sem nú er til staðar, heldur náttúrulega erum við held í öll að vonast eftir uppbyggingu bæði í atvinnu og ferðaþjónustu og öðru, og þá einn af grundvallarþáttunum í því er að við höfum nægt vatn. Og það náttúrulega hafa verið þurrka tímabil. Við sjáum bara séð það undanfarin ár í vatnsbúskapi lónanna hérna upp á hálendi.
þannig að það kannski ekkert óeðlilegt þó að Gunnvald sí eitthvað hér niður í byggðu líka. Þannig að ég held bara að það þurfa að leggja talsvert mikla áherslu á það að athuga hvort að hægt sé að koma á nýjum vatnsbólum eða bora fyrir einhverstaðar í grennd, helst náttúrulega vonandi væri það sem næst þeim lögnum og veitum sem eru fyrir, en þetta hlýtur bara að vera einn af grundvallarþáttunum hjá okkur. Það er takk fyrir þetta Yngvi. Sko, það liggur fyrir kannski ekki fullvissa en töluverð skoðun á því að af því að þú segir það búin að vera miklu þurrkar í sumar sem er vissulega rétt og einmuna góð tíð og lítil úrkoma, en starfsmenn Vatnsveitunar að þeir eru búin að fara í gegnum þetta og skoða það og það hafa áður og sérstaklega 2010 komið upp svona þurrkatímabil en ekki orðið niðurdráttur með þessum hætti, ekki líkt þessu með þessum hætti, þannig að þetta er eitthvað óvenjulegt í stöðunni, en það sem einu sinni hefur nú gert getur nú gerst aftur þó að þetta lægist og auðvitað vonum við það öll að það verði. En það auðvitað þýðingar mikið að huga að nýjum vatnsbólum og Vatnsveitan er að vinna að því að það verði tekin í notkun vatnsbólan annarkvort í Kerauga eða Tvíburnulæk til langara framtíðar og þá held ég að við horfum frekar til Kerauga í þessu, en þar er óþrjótandi vatn og það er engin breyting á vatnsbólunum vestan í Drangár, mjög ólíkur jarðvegur og jafnvel aukist í þeim sumum. Það er nú svo einkennilegt að það nú. En þetta er auðvitað mál sem við verðum bara að leggja ofur áherslu á og gera allt sem í okkar valdi stendur til að ekki hnökri meira en þarf. Fleiri hafi ekki hvað sér ljós. Þá ber ég fyrirliggjandi tillögu Vatnsveitunar undir atkvæði þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 5, tónlistarskóli Rangæinga, 147. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Í lið 6, vinnuhópur framtíðarskipulag landmannalauga, 7. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin örlítið staðfest. 6.1. Væntanlega. Nei, þetta er annar liður, 7. sem sé þetta er... Já, í fundargerðin skilji, ok, 6.1 í fundargerðin, 6.2 í fundargerðinni. Landmannalegar uppbyggingur aðstöðu. Sveitarstjórn tekur undir með vinnuhópnum að brýnt sé að huga að nauðsynlegum framkvæmdum í framhaldi af gerð deiliskipulags fyrir landmannalega svæðið og að eðlilegt sé að sótt verði styrki til slíkra verkefna í samstarfi með Umhverfisstofnun. Jafnframt verði leitað samstarfs við Veðurstofu Íslands, Landgræðsluna og Fiskistofu Íslands áframhaldandi vinnu við gerð og hönnun varnargarða við námshraun. Sveitarstjóra verði falið að leita samstarfs við framangreinda aðila og undirbúa styrkumsókn meðal annars í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Orðulaust. Ágúst Skjölsvöld. Kannski bara upplýsa aðeins þetta að verið í sambandi við Umhverfisstofnun sem er þetta lykilstofnun í þessu og við gerum ekkert nema að hafa þá með okkur og náttúrulega bara þeir eru auðvitað umsjónaraðilar með friðlandinu. Við erum sem sé búin að svona undirbyggja þetta þannig að þetta á að geta farið í gang bara mjög hratt ef við samþykkjum þetta og því að við höfum ekki mjög mikið tíma. Við erum til 25. október
En ég vildi nefna í þessu samhengi líka að það er, sem er afar mikilvægt, að það er nýbúið að birta drög að landsáætlun uppbyggingu ferðamannastaða. Það heitir með eitthvað lengra nafni en það er eitthvað svona. Og það eru þetta verkefni listað upp sem friðlanda fjallabaki. Ef einhver hefur leitað og ekki fundið landmannalög þá er það undir hatti friðlands fjallabaki. Og þar eru fleiri verkefni í okkar sveitafélagi sem við höfum sent inn upplýsingar og fylgja á þessum drögum og landsáætlunum. En það er mjög líklegt að það verði mikilvægt plagg, svona grundvallar plagg til einhverja framtíðar. Þannig að ég hvet fólk til að lesa það. Og því að þar má sem sé senda inn athugasemdir fram til 3. nóvember í maður. Takk fyrir það, Ágúst. Þeir hafa ekki hvað sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefumerki. Tillögan er samþykkt samhljóða. Þá förum við lið 7, Oddabrú yfir Þverá. Samningur við Vegagerðina vegtengingu frá Odda að Bakkabæjum yfir Þverá. Tillaga er að sveitarstjóra verði falið að ganga frá fyrirliggjandi samningi við Vegagerðina vegtengingu frá Odda að Bakkabæjum yfir Þverá. Sveitarstjóra verði jafnframt falið að hefja undirbúning verksins í samvinnu við Vegagerðina. Orðið er laust. Yngvi Harðarsson Gjörsson. Nú, þetta er náttúrulega bara hið besta mál, en svona í framhald af því að við erum nú að vinna í aðalskipulagi fyrir sveitafélagið, að þá hvet ég eindregið til þess að við setjum inn á aðalskipulag brú úr Oddatungu yfir Ytri-Rangá, vestur yfir, því að það hlýtur að geta komið okkur til góða að tengja þannig að við gegnum greiðan aðgang á milli í sveitafélaginu, bæði norður yfir og vestur yfir, fyrir utan að það getur haft áhrif á eins og ferðamanna straum og annað því yfirleitt. Og ef við komum því inn á skipulag núna strax að þeim betra er að eiga við það, því þetta tekur ákveðin langan tíma að fá svona hluti í gegn. Ég held að brú þar sé ekki, þurfa ekki að vera neitt ofurmáta dýra, því að þetta sé verra að brúan neðan við eftir áttan koma saman. Ég bara hvet eindregið til þess að við setjum brú vestur yfir líka innan. Takk fyrir það. Það er auðvitað bara eðlilegt mál að fjalla samgöngur í víðum skilningi við endurskoðun aðalskipulags og sjálfsögðu munum við gera það. Fara yfir alla möguleika sem frekast er. En þetta er nú mikið fagnaðarefni að Oddabrú yfir Þverá skuli þó vera komin á þennan rekspöl sem búið er að berjast fyrir lengur en elstu menn muna og að minnstakosti í 50 ár, svo að ég veit en sjálfsagt hafa einhverjir verið búin að kveikja á þessari nauðsyn löngu fyrr. En það búið að leggja mikið á sig í þessu, þetta eru þetta alveg geysilegt fagnaðarefni. Og það verður gaman að því þegar að það búið að ýta þessu 50 ára baráttumáli aftur fyrir sig og einmitt snúa sér að þeim næstu. En orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þá ber ég fyrirliggjandi tillögu til sem að geta samþykkt hana, gefið merki. Samþykkt samhljóða. 8. Erindi vegna námsvistar barna í öðru sveitarfélagi. Þetta er trúnaðarmál og þá ætla ég að biðja að slökkt verði á myndavélinni. Þá er fundurinn opinn að 9. Við erum komin að 9. dagskrárlið 248. stjórnarfundur Sorpstöðvar Suðurlands. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Liður 10, SAS 512. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar.
11. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, stjórnarfundur 175, fundargerð lögð fram til kynningar. 12. Stjórnfélags- og skólaþjónustu 21. fundur, fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 13. Félagsmálanefnd 37. fundur, fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 14. Form og efni viðauka við fjárhagsáætlun 16.10026. Upplýsingabréf frá innanríkisráðuneytinu varðandi gerð viðauka við fjárhagsáætlanir til kynningar. Þar með dagskráin tæmd. Fleira liggur ekki fyrir. Og þegar við höfum gengið frá fundargerð, hún yfirfarin og undirskrifuð, segi ég fundi slitið og þakka góðan fund.